Ísak, 3 leikir, 3 töp. Hver er tilfinningar svona beint eftir þennan? Bara eiginlega smá, allir leikirnir leiðilega þegar það er svo auðvelt að benda á hvað fyrir úrskeiðis. Fyrstu 2 leikjunum var það kannski vörnin. Í þessum leik var það í rauninni sóknin, kannski bara óöryggi og vorum að þær körfur sem að Svíþjóð skorar í dag eru flestar erfiðar, svona mestu leyti, eða auðveldar körfur í hraðafluppa því við erum að tapa boltanum eða þvinga okkur upp í erfið skot eða eitthvað svoleiðis, þannig að inn á milli lítum við fáanlega vel út. Það er kannski erfiðast í þessu, inn á milli við höfum fengið okkur fullt af einhverja 50 stiga hálfleiki hérna, en við höfum líka haldið liðum í 8 stigum í leikluta, 14 stigum í leikluta. Þannig að svona bara konsistent frammistaða myndi tryggja 1 sigur, sko. Þessi leikur, það var skárra í leiknum í gær, en samt ekki alveg, en svo fyrsti leikurinn. Þið er ekki, þú veist, Við erum að byrja bara mjög illa. Við erum eins og við séum ekki alveg mættir bara til leiks í öllum þessum leikjum og með þess að líka í seinni hálfleik núna, sko. Þú veist, bara í seinni hálfleik, þú veist, við komum inn í hálfleik svona á smá vönni og svo mætum við út í seinni hálfleik og svona sem í kostunum. Leiknum frá okkur bara í byrjun og þurfum að vinna okkur upp úr mjög djúpið hólu. Frídagur á morgun, svo Finnarnir á föstudag. Hvað hafa þjálfararnir skipulagt fyrir leikmenn á morgun? Ég held að leikmenn flestir ætli bara að gefa sér dagsferð í Stockholm. Já. Þú veist, menn fá... Skoða ABBA-safnið? Skoða ABBA-safnið, einmitt, og ég hef ekki hugmyndu annað en bara menn fá frí frá okkur og frá því að hugsa körfubolta, þannig að við tökum æfingu klukkan 6 annað kvöld. Finnarnir á föstudaginn? Sá að hann spilaði þetta á, þeir eru heldur góðir. Já, það eru góðir og við þurfum bara aðeins að stíga upp með eins og ég segi, ef við náum góðum 40 mínútum þá hef ég nú ekki mikla áhyggjur af þessu, en Finnarnir eru klárlega besta liðið á þessu móti, held ég. Kærar þakkir, Ísak. Takk. Vel.